Sæll og blessaður Stefán. Gaman að vera komin hérna í Grímsey. Geturðu sagt áhorfendur kaffisins hvernig þú tengist hátíðinni? Já, við erum hérna í Grímsey núna. Þetta er hátíð sem hefur verið haldin hérna í nokkur ár og ég kem og spila tónlist. Ég kem hérna og flyt mína tónlist og þetta skiptið þá er ég í kirkjunni. Það er sem ný kirkja hérna í Grímsey. Hún brann gamla kirkjan fyrir, ég man ekki 1 eða 2 árum. Og við söfnuðum svo pening til þess að byggja nýja kirkju. Ég tók þátt í því að spila tónleika í Akureyrarkirkju og við söfnuðum pening og núna er ný kirkja komin hér og þetta skiptið er ég að fara að spila í kirkjunni og þetta er svona tónlistar upplifun ásamt hreinu kakói og fleiru, en svo hef ég líka tekið þátt bara í tónleikunum og ég mun spila einnig á tónleikunum sem eru laugardagskvöld á Kríunni hérna. Já. Tengist eitthvað Grímsey eða hver er svona ástæðan á hverju kemur inn í hátíðina? Það er í gegnum bæði Hinrik sem er góð vinur minn og hann er héðan og svo Ívar Mendes sem er líka vinur minn. Þeir eru báðir skipuleggjendur hátíðarinnar og góði vinir mínir. Svo þeir bara buðu mér að koma til þess að spila fyrir einhverjum árum og svo hef ég komið hérna, þetta er 3. skiptið sem ég kem núna. Hver er svona hápunktur hátíðarinnar myndirðu segja? Þetta eru svona öldur, þetta eru svona bylgjur, þær fara upp og niður nokkrar sem að koma í gegn. Alveg eins og á bátnum á leiðninga sem að margir upplifu, öll. Og mér finnst hápunkturinn að einhverju leyti vera alltaf laugardagskvöldi því að þá erum við með stóra tónleika og allir koma saman og fagna og það er ótrúlega gaman. En svo eru nokkrir svona aðrir skemmtilegi punktar eins og til dæmis núna er föstudagskvöld, þá erum við að kveikja varðeld hér og spila tónlist líka og njóta út í náttúrunni. Við vorum nokkur í sjósundi í dag. Ég og þú til dæmis. Já, heldur betur. Það er hápunktur líka, þannig að þeir eru nokkrir góðir. Okay. En þú talar ferðinning á ferjunni áðan. Varstu sjóakkur? Ég var góður, nei, þú veist, auðvitað finn ég aðeins fyrir þessu bara út að það var hansi mikill öldugangur þetta skiptið. En ég var góður, ég hélt mig bara út í ferska loftinu, stöðugum og ég er alltaf tilbúinn, ég er að syngja, ég er með hristu, ég er með svona ilmkjarnaolíur og allskyns. Þannig að ég bara var góður og slapp algjörlega við óveikina. Okay. Óveikina, sjóveikina. Ógleðina og sjóveikina. Já. Saman í eitt orð, glæsilegt. Ef þú myndir lýsa hátíðinni á bara einfaldan máta eða þann máta sem þú dettur í hug, hvernig myndir lýsa henni? Heyri, ég myndi lýsa þessari hátíð og takk, mjög góð spurning. Ég myndi lýsa þessari hátíð sem fögnuði og saman komu þar sem að við tengjumst náttúrunni. Við leggjum mikla áherslu á að vera úti, tengja við hafið, tengja við sólina, ferska loftið. Við erum auðvitað það norðarlega að það er alveg bara einstök orka að koma hingað og finna fyrir þessu landi sem er hérna fyrir neðan. Og, hver á spurningin aftur? Ef þú þurfir að lýsa hátíðinni bara á þann hátta sem hentar þig best? Já, akkurat, lýsa hátíðinni. Þannig að orkan við það komingað, það er eiginlega það sem er kröftugast við hátíðina. Bara hún gefur fólki ástæðu til að koma í Grímsey sem er nú þegar mjög mikil upplifun og svo hátíðin sjálfu þetta er bara byggð á því að koma saman, hún er byggð á tónlist, hún er byggð á heilsu. Hátíðin heitir High on Life Festival þannig að það er ekki áfengi, selt eða svoleiðis og já, þetta er bara svona gott tækifæri fyrir okkur til þess að koma saman, njóta íslenska sumarsins þegar er ekki skýjað sér maður bara sólina snúast í hringi en í kringum eyjuna. Maður horfir bara á hafið í allar áttir. Það er ótrúlega upplifun. Svo já, þetta er svona hátíðin í hnotskurn. Þetta er eitthvað sem ég mæli með fyrir alla að upplifa einhvern tímann að koma hingað út í Grímsey. Glæsilegt. Bara takk hérlega fyrir spjallið. Takk sömuleiðis.